Þá ætlum við að vinda okkur í 7. kaflan úr bókinni Lífheimurinn, en hann fjallar dýr. Það eru til að minnstakosti yfir 1.000.000 tegundir dýra á jörðinni í dag, en menn eru ennþá að uppgötva nýjar tegundir nærdaglega, til dæmis í regnskógunum. Við skiptum þeim í hryggdýr og hryggleysingja. Sjáum hryggdýrin hérna, hryggleysingjana hérna. Það sem aðskilur þessa tvo hópa er að hryggdýrin eru með innri stoðgrind, beinagrind sem heldur þeim uppi, á meðan hryggleysingjarnir ekki með neitt svoleiðis. Sumir hverjir þeirra eru með harða skel utan sig, eins og þessi hérna, krabbar og þess áttar, en það á ekkert við alla, ekki til dæmis orma. Við höfum eftir að skoða þessa hópa. Fyrstu dýrin voru opaslega einföld og pínu lítil og voru mjúk, það var ekkert hart í þeim, þess vegna vitum við í raun ekki mikið hvernig þau litu út, því þau skildu ekki eftir sig nein ummerki, enga steingervinga. Síðan urðu smám saman til flóknari dýr, þetta var allt í sjónum, á endanum skriðu nokkur á land og hryggdýrin komu á land í raun löngu síðar. Hérna sjáum við 2 dýr sem voru mjög áberandi í höfunum fyrir nokkur 100 milljónum ára. Þetta eru þríbrotar og svo kallar ammoníðar. Hryggdýr fjölgar sér með kynæxlun. Það þýðir að það kemur sáðfruma frá karldýri og eggfruma frá kvendýri, myndar okfrumu. Við köllum þetta ferli frjóvgun. Það líka til eitthvað sem heitir kynlaus æxlun. Þá skiptir einstaklingur sér einfallega í 2 eða myndar á einhvern hátt nýjan einstakling án aðstoðar frá öðrum einstakling. Kosturinn við kynlausa æxlun er að þá þarf maður ekki að finna annan einstakling, en gallinn við það er að þá er nýji einstaklingurinn alveg eins og maður sjálfur. Með kynæxlun þá verður blöndun á erfðaefninu sem að eykur fjölbreytileikann og gerir tegundina fjölhæfari til þess að takast á við breyttar aðstæður, sem er þegar til lengri tíma er litið miklu betra. Hjá fiskum og froskdýrum gerist frjóvgunin fyrir utan líkama sem kallar ytri frjóvgun. Þá verpir kvendýrið eða hrygnir eggjum einhvers staðar í vatni. Karldýri kemur svo og sprautar sæðinu og við kalla svil yfir og frjóvgar eggin. Önnur hryggdýr notast við það sem kallað er innri frjóvgun. Og þá gerist þetta inn í líkama dýrsins. Dýr hafa ýmist misheitt blóð, sem sagt fiskar, froskdýr og skriðdýr hafa misheitt blóð. Þau stjórna ekki líkamshita sínum og hann hleypur svolítið eftir hitanum úti þar sem þau eru. Fuglar og spendýr eru með jafnheitt blóð, við stundum kallað kalt blóð og heitt blóð. En dýr með jafnheitt blóð, þau stjórna líkamshita sínum, halda honum jöfnum og eyða mikilli orku í það, í að halda á sér hita. Kosturinn við að halda á líkamshita sínum jöfnum er að þá getum að lifað á miklu kaldari stöðum og í raun lifað við meiri hitabreytingar. Miklar hitabreytingar eru dýrum með misheitt blóð erfiðar. Gallinn við það hins vegar hafa jafnheitt blóð er að maður þarf að borða meira til þess að geta haldið á sér hita. Nú ætlum við að fara að rúlla í gegnum mismunandi hópa dýra, tökum nokkra fyrir í þessum hluta. Byrjum á svampunum. Hérna sjáum þið mynd af svona svampdýri. Þeir eru í raun eina dýrategundin sem er óregluleg í laginu. Það þýðir ekki sem bara einhvern veginn í laginu, en það er ekkert allir svampar af sömu tegund líta ekkert eins út. Þó séu kannski svipaðir. En þeir taka sjó hérna í gegn og það eru frumur sem veiða upp næringarefni úr sjónum, þannig borðaðir. Svampar sem við böðum okkur með eru yfirleitt úr einhverju gerviefni, en það eru til náttúrulegi svampar sem eru þá þurrkuð stoðgrind á svona svampi. Holdýr er annar hópur, skiptast í marglyttur, kóraldýr og sæfíbla. Þetta eru rándýr. Marglytturnar eru með svokallaðar brennifrumur, það eru frumur sem innihalda eiturefni sem eru hérna undir. Og það er ekki þannig að marglyttan sé að stinga viljandi, heldur ef þið rekist í þetta, þá er þetta að brotna þessar frumur og eitri lekur inn í húðuna okkur. Þetta er svona varnar og veiðitæki í raun og veru. Kóraldýr eru
þessir armar sem þið sjáuð hérna, og stóðgrindur kóraldýranna mynda hægt og hægt kóralrif. Það vaksa svo alltaf ný og ný kóraldýr ofan á. Þetta veitir öðrum fiskum skjól og myndar mesta og fjölbreyttasta lífríki sem finna má í sjónum. Þurfum í raun að leita í regnskógana til þess að reyna að finna eitthvað svipað. Lindýr eru með mjúkan líkama þó að sum hver séu með skel utan um sig, en lindýr eru sniglar, samlokur og smokkar. Sniglar eru með fót sem ýta sér áfram á, spyrna hérna niður. Þeir eru með sumir hverjir með fálmara, þar eru augu, og þeir eru með skráptungu sem þeir nota að tunga með hörðum nabbi á sem nota til þess að rífa matinn í sig. Samlokur eru 2 skeljar og þar inni er lifandi dýr sem að opnar skelina til þess að hleypa sjó í gegn svo það geti andað með tálknum, svipað á fiskar. En svo eru fálmarar sem að veiða fæðu úr sjónum, svif og annað. Þegar hættast eða að, þá loka þær einfaldlega skilni. Smokkar skiptast í smokkfiska og kolkrabba. Smokkfiskarnir líta einhvern veginn svona út, eru með 10 arma. Sá stæðsti getur verið gríðarlega stór og er með stæðsta auga sem við finnum í lífríkinu. Kolkrabbarnir eru með 8 arma, en ekki 10 eins og smokkarnir. Þeir eru með sogskálar og svona gogg sem þeir rífa matinn í sig með. Geta skipt um lit eða þurfa að fela sér sumir hverjir, og sumir geta gefið frá sér blek til þess að rugla rándýr í rýminu. Það eru til sögusagnir einhver skrímsli í útöfunum. Margir telja að í flestum tilfellum séu risa smokkfiska að ræða, en oft hafa fundist för á búrhvölum eftir átök við svona risa smokkfiska. Skrápdýr eru krossfiskar, stjörnuslöngur, ígulker og sæbjúgu. Þetta eru yfirleitt rándýr en éta stundum gróður líka. Krossfiskarnir eru með 5 arma, stundum 10. Þeir eru með svokallaðar varafrumur hérna inn á milli, þannig að ef það fer einn armur af, þá getur nýr vaxið því að þessar frumur geta bara að fjölga sér og tekið þessu hvaða hlutverk sem er í krossfisknum. Þetta eru stjörnuslöngur hérna, þetta eru ígulker og að lokum sæbjúgun. En þá er þessu lokið.